Góðan daginn, elskurnar, og velkomin í Geimstýruna. Það föstudagurinn 14. ágúst. Herðu, stóra hlutir í gangi núna að mínu mati í, ég ætla að leyfa mér að segja, stýrðri uppljóstrun. Við erum að tala aðild Dr. Phil inn í UFO Disclosure Process. Eins og ég sagt áður, þá Dr. Phil hann orðinn einhvers konar meginstraums talsmaður í þessari uppljóstrunar sveiflu, kemur mjög óvænt inn. Hann yfirlýstur og þekktur bandamaður ríkisstjórnar Donald Trump, og Donald Trump situr í nefnd ríkisstjórnarinnar vestanhafs í málum trúfrelsis. Með öðrum orðum, það hans hlutverk inn í meginstrauminn að tækla sálfræði hlutan á UFO uppljóstruninni, sem að ég vil meina að sé, enn og aftur, stýrð, ásetningur, óljós, og forsendurnar fyrir því óljós. Hann tók, sem sagt, fram að þessu hann búin að vera nánast með svona eiginlega daglega svona einhverja mónológa þessa uppljóstrun og þessi gagnadropp stríðsmálaráðuneytis. Nema núna tekur hann, sem sagt í gær, þá tekur hann viðtal við David Grush, sem að hefur verið leiðandi í hópi uppljóstrara, og hann tekur hérna viðtal við David Grush, sem að ítarlegasta viðtal sem tekið hefur við David Grush fram að þessu. Og fyrir þau sem ekki viti hvað David Grush þá ætla ég svona aðeins að lesa hérna úr UFO 101 og svo ætla ég að spila fyrir ykkur 10 mínútna klippu úr þessu viðtali. Sensat, David Grush, hann sensat fyrrverandi hermaður og embættismaður innan bandaríska hersins og leyniþjónustunnar. Sem leyniþjónustumaður starfaði hann hjá National Geospatial Intelligence Agency, eða NGA, og National Reconnaissance Office, eða NRO. Einmitt. Árið 2019 til 2021 þá gegndi Grush stöðu sem fulltrúi fyrir NRO innan UAP Task Force, sem var ríkisverkefni bandaríska varnarmálaráðuneytisins sem stofnað 2020. Hans hlutverk var að safna, greina og meta upplýsingar óútskýrð loftfyrirbæri eða UAPs sem greind hafa verið af bandarískum her og leyniþjónustu. Grush var ekki bara að rannsaka UAP på einn spýtur, heldur var þessi verkluti formlega hluti af starfsskildum hans. Hann fór yfir trúnaðarupplýsingar og skjöltengt UAP, samræmdi upplýsingar frá mismunandi stofnunum innan hers og leyniþjónustu og skilaði skýrslum til yfir manna varnarmálaráðuneytis og leyniþjónustu. Og á meðal starfinu stóð, segist Grush hafa komist yfir upplýsingar háleynileg verkefni sem sneru að endurheimt flíilda og að rannsaka og greina, sem sagt crash retrieval og reverse engineering, og með það leiðaljósi að reverse engineera. Hann segir að sér hafi verið neitað aðgang að sumum þessara verkefna og aðrir innan kerfisins hafi varaðan við að vissi hlutir ríkisins væru að fela upplýsingarnar og það geti einfaldlega verið hættulegt að ýta eftir upplýsingum á vissum svæðum. Og í því samhengi sagði hann frá því að hann vissi til þess að mönnum hafi ekki aðeins verið hótað, heldur hafa menn verið myrtir fyrir það eitt að sjá eitthvað eða gruna eitthvað sem þeir ættu ekki að sjá eða gruna. Og í stað þess að sætta sig við þessar hættulegu hindranir og halda starfi sínu áfram og leið sinni til metorða innan leyniþjónustunnar, ákvað hann að stíga út eftir viðurkenndum leiðum og gerast uppljóstrari undir uppljóstrunar vernd sem stendur til boða samkvæmt lögum. Og hann sem sagt ber þarna vitni frammi fyrir þingnefnd 2023 í júlí. Og hann segir í vitnaleiðslunni, eiðsvarinn,
að ójarneskar lífrænar leifar, semst hann talar cross retrieval og reverse engineering, svo segir hann að ójarneskar leifar eða non-human biologics hefðu fundist í mörgum af þessum flíldum sem fundist hafa, og hann heldur fram að í marga árategi hafa óregluvæddar deildir undir engri yfirsýn né vitneskju þingsins og þess vegna sitjandi forsetum stundað þessa endurheimt og bakhönnun á jarneskum flíildum. Og hann segir sem sagt í lokin: vitnisburður minn byggir á upplýsingum sem ég hef fengið frá einstaklingum með langa reynslu af lögmætri þjónustu við þetta land og margir þeirra deildu einnig samfærandi sönnunargögnum í formi ljósmynda, opinberra skjala og yfirlýsinga vitna sem eru bundin trúnaði. Hann sem sagt sá gögn, ljósmyndir og þarna myndbönd og tók við frásögnum, first hand frásögnum frá fólki sem að hafa unnið í þessum málaflokk. Sem sagt, maður sem að hefur verið á réttum stöðum, séð rétta hluti og heyrt rétta hluti. Þetta athyglisvert viðtal hjá Dr. Phil og ég ætla að spila fyrir ykkur smá klippu hérna og svo getum við spjallað það aðeins inn í lokin. Jumpstart. Now, you say you have seen and have evidence that there are craft that didn't originate on this planet. Are we talking multiple craft? Yeah. Are we talking 5, 6, 25, 50? What are we talking about? Under 100, but more than 25 is what I could say. And the exact numbers actually are a little nebulous because starting in the early 2000s, when a lot of money was siphoned for the global war on terror, the big defense contractors started doing their own retrievals, sort of off books, under the cognizance of certain government agencies. So there's a lot in, I'll call it, private possession in defense contractor space that I think the government doesn't have a full accounting on. So it's really hard to get exact numbers. But certainly we've recovered several dozen vehicles over the last, 8-9 decades or so. All right. And is there a homogeneity among these that suggests that they're all coming from the same place? Are they similar, different? There's a lot of vehicle types. You have the disc, you have the sunfish boot heel looking thing, you have boomerangs, you have crescent moon looking craft, you have tic tacs, you have egg looking craft as well. Certainly, it's very hard to deduce origin because it's not like we know exactly what point in space or time these things came from. But different types of pilots, if you will, different types of crafts, some similarities in operation and technology. It's sort of like if you're a car manufacturer, a lot of people build sports cars that are in the shape of a Porsche 911 or a Ford Mustang, but there's many different drivers of said sports cars. If you get the course analogy. So it's, a whole taxonomy of different intelligences from very familiar type of intelligence where they seem just a little more advanced than us to indescribable, non-corporeal type of sentience, goes back to the orb phenomenon that came out in Tranche 4, that the administration is having this issue with these luminous orbs showing up at a certain sensitive test range. What is that? You can see that it's intelligently controlled. They come in groups. This isn't just ball lightning here, but it's this, plasmoid type intelligence. Now, there might be a structured craft behind said plasmoid, and that plasma discharge might be an artifact of the propulsion system, possibly. But we're seeing even weird stuff like that is almost unknowable what it is unless we have some way of studying it or capturing it that I don't know about. Right. And you have also seen pictures or video or both of life forms that are piloting these craft as well. You've seen the cadavers. Yeah.
Some of the craft we've assessed that are likely drones, and some of the craft that we've recovered, it is true in some of the lore in the public space, we've recovered vehicles that were empty and the pilots were not there. That actually is a true historical statement. But yes, some of it was piloted, and I always find, even though it is my reality, I always feel uncomfortable talking about that because it is such a ontologically shocking thing to talk about the pilots. But what do you know? They look just like what, people have reported seeing, like credible witnesses. You look at the Ariel School event in 1994, where 80 school children in Zimbabwe saw what we would call in pop culture speak small gray aliens, exactly the way you think. And what do you know? Some of them look exactly as reported by credible observers that have nothing to gain and everything to lose by discussing their experience. And it even goes back to the work of John Mack at Harvard, who was a psychiatrist looking at people that have had these experiences with the phenomenon. And he deduced something is going on. This is not some psychosomatic thing or some mental health condition. And people over the eons have had these personal experiences with these things. And that is a sensitive subject that I know is still kind of stigmatized, unfortunately. Right, of course. Have any of these pilots or occupants of these craft, to your knowledge, been taken alive? Yes. And I know people who have had direct interactions in a detainment situation, which sounds very Star Trek and sounds very crazy, but it is true. And I talked to a former cabinet member about that, who directly worked the issue for a particular former vice president. You can guess which one. Darth Vader. And were they able to communicate? Yes. And it is true that some sort of consciousness communication, of course, people call it telepathy. I cannot begin to tell you how it works, but there is some sort of communication like that. And even friends of mine that were on retrievals felt that kind of communication as they approached the vehicle when they were doing cordoning it off, waiting for transport. How that works, what that means, I certainly don't know. I'm as curious as the average viewer on your show on how that works. And it does feel very Star Trek to me. I have no personal experience with anything like that that's outside of my normal, human experience. But that is indeed, what people have experienced in the government with these things. So, well, I'm learning about this as I go along, and I'm told that our nearest neighboring solar system is Andromeda, and that it would take 2.5 million years traveling at the speed of light to get there. So, if these visitors have traveled from the nearest solar system, it would take 2.5 million years at the speed of light, so which we can't do. Speed of light, what's 186,000 miles per second? We can't. I think Voyager is 10% of that, 18,000 miles an hour, something like that, and that's a spacecraft. So we certainly don't have any of our runway takeoff aircraft fighters that get even close to that. So we can't travel at the speed of light, and if we could, it would take 2.5 million years to go see them. So by the process of just deductive reasoning, they would have to be hugely advanced technologically over what we have. And from what we have seen on some of the tracking and all, their maneuverability would create G-forces that we can't sustain, and we don't have the metallurgy to have the structural strength to sustain the G-forces that making turns at the speeds they're moving at. Our best fighter would look like a yard sale if they made that kind of turn at that kind of speed. So they have to be technologically advanced. And you mentioned reverse engineering being associated with the retrieval, so I assume
there's great interest in their propulsion system and how they're doing what they're doing. Yes. Is that a huge motive? It seems like if you could reverse engineer that and figure that out, that would revolutionize everything. I mean, the entire fuel systems and propulsion systems would become antiquated if you could reverse engineer what's making these things go. Yeah, and it's funny because I was cleared into some of the fruits of our labor, so to speak, and there was a lot of programs that, once again, I thought we were defrauding the American taxpayer, because you have a certain smorgasbord of classified programs reported to Congress, and then Congress authorizes and appropriates funds to fund said programs. But then you have this carved out base of technology that is sequestered, and a lot of it has civil application that would, help humanity. And I have to be careful not to infer certain technologies that are unacknowledged by the federal governments. But there's a lot of things that I see civil application and that could be responsibly introduced into society to help us and to also fuel different economies and whatnots. And yes, the closest galaxy, I think it's M31 Andromeda, like you said. However, within our own galaxy, there's extrasolar planets around other nearby stars. But I do caution to ascribe this whole phenomenon as merely just extraterrestrial. That's certainly a piece of the pie. That's likely what some of this is. But there's other, taxonomies of anomalous intelligences, we'll call it, that perhaps it's ultra-terrestrial. Perhaps it grew up here and it left and it came back. And there's shadow biome. There's other types of origins. There's under the sea that we don't understand 70% of our oceans, and what advanced intelligence might have developed on the seabed, so to speak. Wink, wink. And so there's a lot of different things that this could be. I certainly don't have all the answers, and I'm not omnipotent and did not have full exposure of the U.S. government's holdings and analysis of that. But we need to be open to a lot of different possible origins, none of which I think conflicts with basic Judeo-Christian theology. But we need to be open to some of that too, because I suspect a good portion of this is not, traditionally extraterrestrial, so to speak. Jumpstart. Jæja, þar hafið þið það. Já, eins og þið heyrið, þá hefur maðurinn aldrei verið eins ítarlegur og í þetta skiptið. Hann talar biologs, lífrænar leifar sem hafa fundist í þessum flíildum sem náðst hafa niður, og þetta eru fullyrðingar af hans hálfu. Hann talar the Greys. Hann hefur líka nefnt insectoids. Hann talar plasmoids, eða í rauninni þá ójarneskar, allavega ómennskar verur sem eru ekki í hefðbundnum skilningi, í hefðbundnu efnisformi. Hann talar flíildi í alls konar útfæslum, egg, tic-tac, boomerangs, jellyfish og ég veit ekki hvað og hvað. Hann talar fjölda flíilda, fleiri en 25 og færri en 100. Hann talar það að mikið af þessum flíildum hafa semst fallið í hendurnar á einkaverktökum sem að gerir í rauninni uppljóstrun á þeim sviðum mjög erfiða, þar sem einkaverktakarnir þeir gegna engum skildum til þess að fara eftir neinum lögum og reglum hvað varðar uppljóstrun á tækni, framandi eða ekki, sem þeir eru með í sinni vörslu. En þetta auðvitað vitnisburður Grush í þessu samhengi mjög athyglisverður, og hann gengur hérna lengra en hann hefur gert áður. Það skal tekið fram að hann hefur sætt miklum afleiðingum að því að stíga þarna fram. Hann misti þetta sitt starf, sinn frama, sína tryggingar,
Það var reynda að það var vegið á honum með málsókn sem að gekk ekki. Það var vegið á honum að því leyti að trúnaðar upplýsingum heilsufars skýslumanns PTSD eða áfallastreitu röskun var lekið í fjölmiðla. Því var haldið fram að hann væri á einhverfu rófinu og hann væri fyrir vikið ómarktækur. Það hefur allt verið reynt til þess að þakka mannin niður, en í botn og grunn missir hann bara starf sitt innan hers- og leyniþjónustu og alla tryggingar og öll réttindi, en hann sem sagt sinnir í dag starfi sem sérlegur UFO ráðgjafi fyrir þingmannin Eric Burleson, og hann í forsvari fyrir þessa uppljóstrunar sveiflu sem insider eða whistleblower. Hann virðist vita manna mest það sem og hefur verið í gangi allavega síðustu 80 ár. Já, og ekki bara það að mér finnst hann per se og hans frásögn og aðild merkileg, heldur finnst mér það sama Dr. Phil og hvernig hann talar hann ontological shock. Það ekki bara svona einhvers konar menningar kultúrsjokk sem að hefur með getur haft með trúarbrögð að gera, getur haft með efnahag að gera og bara heimsmynd fólks. Það eins og hann sé fenginn inn til þess að undirbúa jarðveginn fyrir eitthvað stærra. Það gerist ekkert að tilviljun í þessum málum. Dr. Phil ekki þarna bara út af því að hann hefur áhuga á UFO. Það alls ekki þannig. Hann fenginn þarna inn af ástæðu. En á sama tíma þá það raunin ekkert undarlegt. Hann hefur komið fram og hann hefur svona lýst yfir óánægju sinni yfir innihald þessara gagnadroppa, þessara 5 gagnadroppa síðan 8. maí. Og hann hefur sagt svona setningar eins og ekki míga á skóna mín og segja mér að sé rigning, og þá beinaði til stjórnvalda, en svo kemur fyrirvarinn auðvitað að Trump frábær og hans ríkisstjórnar sem þau að gera, en það djúpryggi sem stendur í vegi fyrir því að raunverulegar þessi skýru gögn sé að rata inn í þessi gagnadropp, því sé haldið aftur, það sé ekki Trump eða hans fólk að kenna, heldur það djúpryggi. Það eins og að sé þarna eitthvað kalt stríð á milli þessara afla, og svo Dr. Phil þarna inni til þess að einhvern veginn undir rós að svona setja hlutina í rétt samhengi. En mér langaði að deila þessu með ykkur. Ég verð þó að viðurkenna eitt. Geimstýran hefur ekki verið mjög ötul síðustu daga og það alveg ástæði fyrir því. Kallinn, sem sagt, þessi, hann hefur verið smá þreyttur. Ég búin að vera svona í smá lægð, ekki þunglyndislægð eða annað, en ég svona, það kemur fyrir inn á milli að ég fæ bara svona, ég fæ bara nóg, og auðvitað sem starfsmaður á plani, sem bara í minni dagvinnu, þá auðvitað eru stundum bara verkefnin þannig í leik og starfi að geimsýran þarf að sitja á hakanum, því það eru bara önnu verkefni sem að krefjast þess að ég sé engaged í þau verkefni. Annað var það ekki að þessu sinni. UFO 202 sem sagt komin í búðir. Þið getið ennþá verslaðana áritaða af mér. Þið þurfum bara að senda mér skilaboð og ég græja það. Ég er búin að selja ansi margar áritaðar. Hún rauninni, held ég mér þess að ódýrari heldur en í Eymundsson. Þannig að þið sparið ykkur örglega ykkur 2000 kall á að hafa samband um mig, en þið ráðið. Annars hún komin í Eymundsson, hún fer í alla bókabúðir og krónuna og annað. Við erum að stefna á útgáfupartí, sem sagt í einhverju Eymundsson verslun, mögulega í byrjun september. Ég mun auglýsa það síðar. Ég verð með bókasölu og erindi á ráðstefnunni Heimsljós, held ég, í kringum 20. september, og svo mun ég vera með bókalestur og fyrirlestur
í jógastöðunni Eden einhvern tímann í lok september líka, það sem ég mun þá selja á áreita bækur en þá örugglega klukkutíma tölu fyrirlestur eða svo. Og ef að þið þarna sem eruð að hlusta, hvort sem þið séð í Reykjavík eða eitthvað annar staðar, þá er þetta tekið að með fyrirlestra UFO málaflokkin sem bara út frá efnislegri nálgun, kerfislegri, út frá struktúr sem og meira abstrakt hátt getur verið andlegs, eðlis, trúalegs, heimspekilegs eðlis, hvað varðar upprisu mannsins, orkustöðar og svo framvegis. Ég tek að mér fyrirlestra ef að þið hafið áhuga á bókakynningar allt frá 10 manns og upp úr. Ef þið viljið followa Gamesýruna þá er það TikTok, UFO Gamesýran eða YouTube Þvottahúsið Gamesýran, en svo getið þið fylgt mér á Gunnar Dan sem sagt á Facebook og já, mér þykir bara sjúklega vænt ykkur eðlilega og þar til næst segi ég Namaste.